Draumahesturinn minn, samsettur úr þremur, með útlitið hans hnokka frá Fellskoti nema ég vil hafa örlítið fingjarari háls. Síðan myndi ég vilja hafa geðslagi frá Viðar frá Skör vegna þess að hann skemmtilegasti hestur sem ég hef tamið. Og síðan myndi ég vilja hafa ganglagið frá Lydiu frá Eystrihól af því að hún svo ógeðslega flink. Ég myndi taka byggingalagið frá Ísaki, Þjórsabakka. Hæfileika spunnið frá Hrannar var Flugviri og geðslagi spunnið frá Vesturkoti. Ég myndi setja draumahestinn saman úr Hil frá Flagbjarnarholti, ég myndi taka byggingun úr honum, ég myndi taka hæfileikana frá Stegg frá Hrísdal og geðslagi geti komið frá honum líka, en líka frá spunnið frá Vesturkoti ef út í það væri farið. En ég hefði gaman að prófa þennan hest. Fyrir byggingu væri gaman að hafa útlit til hans hnokka Fellskoti, held ég. Ég myndi vilja, sem ganglag, myndi ég velja glampagan og Vatnsleysu. Og geðslagið myndi ég vilja hafa úr hryssu sem að ég með hérna í húsinu, ungri hryssu sem heitir Brimrún frá Efstaseli, sem hefur frábært geðslag á mínu mati þó hún sé ekki allra. En það eitthvað sem ég myndi vilja hafa. Og þess vegna segi ég að draumahesturinn krókvara sköpulagi til, álfaklettur að hæfileikum og síðan með geðslagið þá náttúrulega myndi ég tefla fram geðslagið Náttfara sem menn hafa hælt mjög mikið og hann sýndi og sannaði á sínu tíma að vera með geysilega gjöfula lund hvað varðar að láta allt í té sem að hugsa getur. Og þess vegna myndum að segja að nútíma draumahesturinn minn þessi samsetning. Krókur, sköpula og myndabragur, álfaklettur, hæfileika búntið og lundar fara Náttfara. Já, heyrðu, þá bygginguna myndi ég vilja hafa. Já, það ekki þekktur hestur svo sem, en það kannski þetta flettur upp í stóðastabók. Gleipnir frá Skipaskaga heitir hann. Kolsvartur, mikið fax og stór glæsilegur hestur. Og svo myndi ég nú bara vilja hafa gangtegundirnar og geðslagið frá Spuna í Vesturkoti. Ég held að það væri gott kombo. Hafa svartan, stóran, háfættan Spuna, það væri nú eitthvað. Ég tæki ganglagið í framherja, útlitið í Skaganum og geðslagið væri þá bara í Nýey, Feti. Það væntanlega bygging, það Black Beauty, Hylur Flagbjarnarholti, kolsvartur, 909 bygging og 95 brúleiki. Ég myndi vilja hafa bygginguna hans, lúkkið í lagi, ganglagið hans Smára sennilega frá Skagaströnd, ofsa mýkt og skref og ég myndi taka það og toppa hestinn með því að hafa geðslagið Skýrs frá Skálakoti, alltaf elskulegur og hans ákvæmi. Já, það Hylur, Smári, Skýr. Já, ég væri til í að ef ég ætti að setja saman draumahestinn, þá held ég að lúkki væri Hylur frá Flagbjarnarholti, tinnur svartur, geggjaður. Svo ganglagið, þá held ég að ég verið að segja það eitthvað úník við ganglagið og hreyfiðil í hnokka frá Eylandi. Held ég verið að segja geðslagið í Spuna frá Vesturkoti. Að horfa þann hest á fullum afköstum á gangi og svo hægt á að slaka töfnum og hann fetar upp á 10. Það svona ótrúlega yfirvegun og eitthvað við hann. Þannig að ég held að þetta sé svona ég búin að finna helviti góðan hest þarna. Ég held að ég sjálfur geti riða honum bara. Og það gaman af. Bygging, þá hef ég alltaf verið rosalega hrifinn af hestum sem einhvern veginn út af Höfðagust. Þannig að fyrir svona 35 árum sá ég hest sem hét Blær frá Sauðárkróki
og síðan hross út af henni Kröflu frá Miðsitju. Ég vel, það finnst mér fallegasta byggingalag sem ég séð. Þegar kemur að kostum að þá dæmdi ég Gími 1992 á afmælismóti Fáks. Sú sýning algjörlega ógleymanleg og ég held að í minningunni sé hún flottasta sýning á A-flokkshesti. Reyndar var rosalega flott 2006 hjá Steingrími Geisli frá Sælukoti og Muni frá Ketilsstöðum árið 1990. Þetta eru svona toppanir í mínum huga. Geðslag, þá hafa nú komið 3 hestar sterkt núna síðustu árin. Það Spuni, það Óskasteinn og það Skýr frá Skálakoti. En ef ég á að velja, þá segi ég fallegasti hestur sem ég séð var Blær frá Sauðárkróki. Mesti gæðingur sem ég hef séð Gýmir og besta geðslag Spuni frá Vesturkoti. Takk. Við erum forvitin og óstöðvandi. Við erum öll fædd fjórhjóladrifin, svo vöxum við úr grasi og við breytumst. En sálin verður alltaf fjórhjóladrifin. Jeep Grand Cherokee fáanlegur með 33 eða 35 tómu breytingu. Alvöru jeppi, alvöru fjórhjóladrif. Ísband, Mosfellsbæ.